Hæ elskurnar, Afi Heisi hér og nú ætla ég að lesa fyrir ykkur svona eina kvöldsögu og í kvöld, áður þið farið að sofa, þá ætla ég að lesa söguna Pongo og Perlu og hlustiði nú vel á. Ég heiti Pongo. Þið munið kannski eftir mér úr sögunni Hundalíf. Ég af Dalmatíukyni, þess vegna ég deppblótt. En nú ætla ég að segja ykkur dálítið frá fjölskyldu minni og hvernig þetta kom allt til í upphafi. Einu sinni bjuggum við Róbert, en það húsbóndi minn. Við vorum 2 einir í fallegu húsi í London. Róbert var indælis maður og ákaflega góður húsbóndi. En hann var tónskáld og var alltaf að skrifa nótur og spila á píanóið svo hann hafði ansi lítinn tíma til að hugsa mig. En Róbert hefur heldur ekki mikinn tíma til að vaska upp og hann hefur heldur ekki langan tíma eða mikinn tíma til að ganga snyrtilega frá fötunum sínum eins og maður á að gera. Og meira að segja einn daginn þá gleymdi hann að gefa mér vatn. Það var þá sem ég gerði mér ljóst að Róbert þyrfti að eignast konu. En hann hafði ekki mikinn tíma til að eltast við kvenfólk. Hann var alltaf að semja. Svo ég bjóst við að ég yrði að sjá þetta sjálfur fyrir hann. Og ég fór að litast út gluggann eftir stúlkum og ég stóð við gluggann og horfði út. Þennan dag sem að ég byrjaði á þessu voru margar stúlkur út að ganga. Ég sá eina hávaxna, mjóa, hnarreista með háfættan mjóhund. Ég sá uppstrokna stúlku með hrokkinkoll sem teymdi hrokkinharðan kjölturakka. Og ég sá afar þybbna ungfrú með afar þybbinn bolabít, en enginn þeirra sýndist mér vera alveg rétta konan fyrir Róbert. En allt í einu kom ég auga á eina rétta. Hún var á leið út í garð með gullfallegan dalmatíuhund. Ég leit á klukkuna. Hún var bara 4:30. Við Róbert förum aldrei út í garð fyrir klukkan 5. Og ef við færum ekki út strax, þá myndum við missa af þessari einu réttu konu fyrir Róbert. Þannig að ég bara ákvað að flýta klukkunni. Svo sótti ég hattinn hans, fór með hann til hans. Jæja, Pongo, kemur þú þarna, karlinn, sagði Róbert. Hamingjan góða, orðið svona framorðið. Ég var svo niðursokkin í að spila og ég var nærri því búin að gleyma göngutúrnum okkar. Þetta var nákvæmlega það sem ég vildi heyra. Róbert ríghélt í hálsólina mína og ég togaði á móti af öllum kröftum. Ég varð að flýta mér út í garðinn því ég ætlaði að finna réttu konuna handa Róbert. Á endanum þá sleit ég mig lausan. Ég hljóp í gegnum garðinn eins og fætur toguðu. Ég sá hávöxnu, mjóu, hnarreistu stúlkuna. Hún var að mála, mynda háfætta mjóhundinum sínum. Ég sá afar þybbnu ungfrúna. Hún var að úða í sig nestinu ásamt afar þybbnum bolabítinum sínum. Ég sá uppstroknu stúlkuna með hrokkinkollinn. Hún var að drekka vatn úr gosbrunnunum. Hrokkinharði kjölturakkurinn, hann satt stilltur við brunnin og beið. Ég var þann veginn að gefa upp alla von. Þegar ég kom allt í einu auga á hana, þá einu réttu. Hún sat á bekk og var að lesa í bók og fallegi dalmatíuhundurinn sat hjá henni. En hvað átti ég nú að taka til bragðs? Ég litaðist eftir Róbert á meðan ég braut heilan hvað ég gæti gert.
Skyndilega kviknaði á perunni. Ég stökk upp á bakið á Róbert sem sat á steini og var að semja lag og kippti af honum hattinum. Stansaðu, Pongo, stansaðu, hrópaði Róbert. Komdu með hatti minn undir eins. Auðvitað gerði hann einmitt það sem ég ætlaðist til af honum. Hann elti mig og þegar ég hljópi yfir að bekknum með hattin hans, ég lagði hattin á bekkin við hliðina á þeirri einu réttu. Fyrirgefðu ónæðið, sagði Róbert kurteislega. Hann Pongo fór allt í einu að ólmast með hattinn minn. Þetta er ágætis byrjun, hugsaði ég. Það var ekkert, svaraði sú eina rétta, leið hún leit upp úr bókinni. Það er líka voðaleg læti inn í Perlu. Perla, sagði ég við sjálfa mig. En fallegt nafn. Ég var óðara bálskotin í henni. En svo klúðraði Róbert öllu saman. Hann ætlaði að rjúka í burtu og þá tók ég til minna ráða. Ég settist niður og þverneitaði að fara. Ég gelti sem óður væri. Voff, 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 voff. Og nú var svo eina rétta staðin upp og auðsjáanlega á förum. Ég hljóp í kringum Róbert og stúlkuna og Perla gelti og hljóp líka í kringum þau. Fyrir varði flæktust hálsólurnar saman utan fæturnar á þeim og við vorum öll fjögur föst í einni bendu. Og skyndilega ultum við beint ofan í busltjörnina með miklum gusugangi. Sem betur fór var tjörnin grunn og þó að við værum rennblautt gátum við ekki annað en skellihlegið. Ég heiti Róbert, sagði húsbóndi minn. Ég heiti Anna, sagði svo eina rétta. Nú held ég að veita okkur ekki af að við fáum okkur heitan kakósopa, sagði Róbert. Ef ekki að koma bara heim til mín. Þegar búið var að drekka indalan heita kakóið, vorum við öll orðin þurr aftur og fórum í langa kvöldgöngu í garðinum. Það dimmdi óðum, en við héldum bara áfram að labba og spjalla saman í tungsljósinu. Önnu geðjaðist vel að Róbert og Róbert geðjaðist vel að Önnu. Og við Perla, við vorum voða ánægð með það. Nokkrum vikum seinna voru Róbert og Anna gefin saman í kirkjunni. Þau giftust. Við Perla fylgdumst með fyrir utan af því við fengum ekki að fara inn í kirkjuna. En þar með var ekki öll sagan sögð. Nei. Það var nefnilega þannig að Anna og Perla fluttu til okkar í fallega húsi. Svo Nanna, hún flutti líka til okkar. Hún annaðist húsverkin og eldaði matinn. Og Nanna sá til þess að Anna og Róbert borðuðu alltaf á réttum tíma. Hún sá líka til þess að við Perla fengum mat og hreint vatn daglega. En fáum mánuðum seinna sagði Perla: Pongo, á ég að segja þér fréttir? Bráðum verðum við myndarleg fjölskylda. Hvað segirðu, hrópaði ég glaður. Er von á fjölgun? Anna, sagði Róbert tíðindinn. Perla, hún er hvolpafull. Og við biðum í ofvæni. Og loks rann stóri dagurinn upp þegar von var á hvolpunum. Já, Anna
fór með stóra mjúka körfu handa Perlu fram í eldhús. Vertu róleg, Perla mín, sagði hún, ég ætla að vera hjá þér á meðan. En við Róbert biðum inn í stofu. Það var ekki mikið annað fyrir okkur að gera. Nanna hljóp fram og aftur með heitt vatn í vaskafati. Við Róbert biðum í óratíma alveg á nálum. Stofan var orðin full af tóbaksreyk en loks birtist Nanna í gættinni og rétti upp 5 fingur. 5 fingur! Perla var búin að eignast 5 hvolpa, sagði hún. Og það er von á fleirum. Skömmu seinna kom Nanna aftur. Í þetta sinn rétti hún upp 10 fingur. Til hamingju, Pongo, sagði Róbert. Þú ert búin að eignast 10 vel skapaða dalmatíu hvolpa. Húrra, bravo, hrópaði Róbert. Og ég gelti húrraróp á hundamáli. Já, hvernig skildi það vera? Voff, 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 voff. Eða kannski bara voff, 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 voff. Húrra, húrra. En gleði okkar, varaði ekki lengi. Rétt á eftir kom Anna inn með lítið handklæði í fanginu. Mér þykir voða leitt, Pongo minn, sagði hún, en einn hvolpurinn, hann er sennilega dáinn. Vesalingurinn litli, sagði Róbert. Hann lagði böggulinn fyrir framan mig og ég ýtti við tríninu. Skyndilega byrjaði böggullinn að hreyfast. Og lítið tríni kom í ljós og dillaði rófunni að gleði. Hann er þá lifandi, sagði Anna. Og ég gelti hástöfum af feginleik. Ég ákvað strax að litli snáðinn skyldi heita Debill. Munið eftir því, Debill. Eftir fáeinar vikur gátu hvolparnir skriðið upp úr körfunni. Þeir fóru þá að skoða sig og Róbert og Anna voru alltaf að telja þá. 1, 2, 3, 4, 5. Og svo hinn. 6, 7, 8, 9, 10 hvolpar. 10 hvolpar. Svona margir, 5, 5. Það eru 10 hvolpar. Og þeim þótti ofsalega vænt þá. Alla 10. Perla var besta hundamamma í heimi sem var hægt að hugsa sér og vakti af kostgæfni yfir litlu fallegu hvolpunum okkar. Litla fjölskyldan hafði sannarlega stækkað. Og ekki leið á löngu þar til hvolparnir voru orðnir nógu stórir til að fara í gönguferð í garðinum með okkur hinum. Debill var alltaf að snuðra, svo hann rak venjulega lestina. Hann var alltaf síðastur. En svona er sagan af Róbert og Önnu, Pongo og Perlu og dalmatíu hvolpunum 10. Góða nótt, elskurnar, elska ykkur öll.